Það að segja, það veitingastaður, við erum með verslun, við erum með leiksýningu, við erum með leiðsögn í gegnum hesthúsið. Við erum bara að byrja sýninguna. Gjörðu svo vel. Guðmar Þór, Já. Nú fyrsta svona sýningin búin, Já. Tróðfullu húsi. Frumsýning eða? Já, hvernig voru taugarnar? Ég var nú alveg vikinn það, já, svona aðeins stressaður, sko. Þetta náttúrulega eiginlega enn og aftur, sko, svona fyrsta skipti sem við kerum þetta allt svona saman, samt ekki alveg tilbúið. Þetta var þetta var svona aðeins, þurfti að svona handstýra þessu aðeins en þá. Já. Þannig að það reyði svolítið á að gera rétt. Já. En það var svona smá spenna en bara skemmtilegt. Það var rosa gaman og það bara ganga fínt. Já. Og hvernig núna planið? Nú þetta bara formulega að fara á stað, búið að opna húsið, svona Já, nú bara nokkur dagar svona í smá fínisýningar og svo bara 1. febrúar bara opið hús og bara allt í fúlu sving, sko. Já. Og hvernig lýsir þið? Hvað í boði hérna? Þetta náttúrulega bara ferðamannastopp og það opið hér alla daga, veitingastaður og minningaribúðin Krón náttúrulega bara opinn. Og nú sem flesti stoppið þar. Svo svona hægt að fá svona dagtúra í gegnum hesthúsið og þá sjá kynningarmyndband á skjánumyndin í Höllu á okkur. Já. Og svo þessi sýning hestaleikhúsið í gangi 5 sinnum í viku, um 7 á kvöldin, alla daga nema 3 daga á miðvikudag. Já. Og þetta bara fyrir alla í raun Íslendinga? Algjörlega bara. Og hvað kostar að koma á? Það kostar 4.8 sem sagt inn á sýninguna og fritt fyrir 12 ára yngri. Já. Og þetta náttúrulega bara fyrir alla og annars sem flestir sem láti sjá sig og kíkja á þetta. Og en svo náttúrulega eru auka viðburðir líka eins og við veitum meistaradeild og fleira og vonandi bara fjölgar svoleiðis viðburðum líka, sýningum og við hugsanlega getum líka þá tekið á móti sérhópum og þorrablótum og hvað sem sko. Hvað sem Já. Það allavega aðstæðan fyrir hendi. Já, nú komin bara mikla forsendur til að gera rosalega mikið og nú ekki bara ímyndunarafni sem stoppar okkur af, sko. En þetta ótrúlega flott hugmynd og kannski skrítið að engum hafi dottið þetta í hug. Af hverju datt ykkur þetta í hug? Ég veit ekki nákvæmlega svona hvað ég að segja, sko. Þetta náttúrulega, ég held að hann kannski stróðslega þannig að Guðmundur Ólafsson, önn minn, var náttúrulega svona velti svo stað, þannig að og ég var náttúrulega búinn að vera þekktust ekki þá og ég var náttúrulega búinn að vera í mínu horni að láta mig dreyma að gera ýmsa hluti og búinn að taka þátt í spennandi hlutum úti og var búinn að dreyma oft, væri nú gaman að gera eitthvað svona, kemur heim og eitthvað svona. Svo einhvern veginn svona, launir einhvern veginn hittist við og þá var hann komið þessu hugmynd í gang og ég held að hann kannski verið sko staðsetningi náttúrulega og frábæra aðstæða og frábæra staðsetningu sem náttúrulega kannski svona fer að láta mann hugsa betur, það lítur náttúrulega að gera eitthvað gott úr því og ég svo fór að láta reika og fór svo að setja saman það sem ég hafði séð og gert og taldi mig svona halda að það myndi virka og lagði fram handrit og hugmyndasýningu og það féll í góða nærveg og hér eru við nú. Já, við bara þökkum kærlega fyrir sýninguna. Þetta var mjög skemmtilegt og óskum ykkur bara innilega góðs gengis í framhaldinu með þetta. Bara að sjá okkur aftur. Já, sem oftast. Takk fyrir. Takk fyrir.